Það er komið að 9. lið á dagskrá, það Geislagata 5, breyting á deiliskipulagi, til máls tekur bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta liður 1 í fundargerð skipulagsráðs dagsett 7. apríl 2022, erindi dagsett 21. mars 2022, þar sem Ásgeir Ásgeirsson fyrir hönd SS Byggis EHF sækir breytt deiliskipulag fyrir lóð nr. 5 við Geislagötu. Fyrirhugaður að breyta fyrstu hæð í aðstöðu fyrir þjónustu og útbúa íbúðir á efri hæðum og bæta við 2 indregnum hæðum. Meðfylgjandi uppdráttur. Skipulagsráð leggur til við bæjarstjórn að hún samþykki framlagða tillögu að deiliskipulagi og hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Áður en tillagan verður auglýst þarf að gera minni háttar lagfæringar á gögnum í samráði við skipulagsfulltrúa. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið máli sínu og orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson. Var undan. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar bara til þess að koma hérna upp til þess að fagna því að það sé verið að fara uppbygging af stað á þessu svæði. Við vitum líka að það eru meira í bígerð og það er búið að kaupa til að mynda húsnæði Borgarbíós og það hafa menn í hyggju að byggja upp. Ég vona að það verði af því og eitt af því sem ég held að sé mikilvægt ef að menn að fara í svona svæði þar sem þarf að rífa niður byggingar og byggja upp að þá séu menn að horfa til þess að leyfa hærri byggingar og það sé allt í lagi að fara til að mynda upp í 6 hæðir á þessu svæði. Þó að þetta sé 5 hæða bygging þá eru þarna að vera á svæðinu. Það kom beiðni á sínu tíma hækkun á J.M.J. og stækka það og þá var verið að tala 6 hæðir það. Það var ekki veitt heimild til þess að hálfu skipulags ráðs á þeim tíma, ég satt nú ekki þann fund, en það var búið að gefa þeim væntingar að fara upp í 6 hæðir. Það var síðan sagt að það 5 hæðir ætti að vera hámark á því svæði. Ég held aftur á móti að það sé alveg tækifæri til að fara þarna hærra upp og 6 hæða bygging þarna á þessu svæði myndi bara vera góð. En þetta fyrsta skrefi til þess að hlutinni fara að gerast á þessu svæði og þetta var glæsileg áform uppbyggingu á þessu húsnæði og ég hlakka til að sjá þetta svæði breytast og ég vona það að þetta með þess að smita aðeins út frá sér og færist aðeins neðar og yfir á Sjallareitin, þannig að við fáum að sjá uppbyggingu á því svæði í eitt skipti í hlut. Takk fyrir. Það var bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin Guðmundsson lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil fyrst segja að ég almennt séð mjög hlynntur þéttingu byggðar af alls konar ástæðum eins og við höfum oft rætt að það hjálpar okkur við alla innviði og styrkir miðbæinn og svo framvegis að þétta byggðina hér á þessu svæði. Og bjó ég sjálfur útfjari San Francisco tíma og sá að það getur virkað bara svakalega vel að vera með tiltölulega há hús á láglendinu og svo öðruvísi byggð í brekkunum í kring. San Francisco einmitt byggð á ekkert ólíku landi og Akureyri, mikið af brekkum, sem er miklu brattari en gilið okkar. En í akkúrat þessu máli háttar þannig til að L-listinn með tímabundna skrifstofu á jarðhæð í þessu húsi. Og ég og bæjarfulltrúi og forseti Halla Björk erum fulltrúar þess lista í bæjarstjórn og við kynntum okkur það og fengum álit þess efnis að við værum ekki vanhæf til að taka þátt í afgreiðslu þessa máls. En við ætlum engu að síður að sitja hjá við atkvæðagreiðsluna. Við vildum gera grein fyrir stöðu okkar í þessu máli. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu. Orðið laust. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Þórhallur Harðarsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Með Geislagötu 5 þá held ég að þetta sé bara mjög vel heppnaður tillögu sem var lagt fram fyrir okkur. Þetta er vonandi byrjun á einhverju jákvæðu á þessu svæði. Það veitir ekki af. Ásýnd húsins held ég verið bara góð. Það verið sannlega mest spennandi veitingastæður á neðsta hæðinni ef maður skilur rétt. Og eins og Andri kom inn á, þá held ég að við ættum að horfa til fleiri húsa þarna varðandi þéttingu byggðar á þessum reit. Og eins og ég sagði áðan, ég vona að þetta sé bara byrjun á einhverju góðu og við byggjum hana meira og glæsilegt. Takk. Það bæjarfulltrúi
fulltrúi Þórhallur Harðarson lokið málsins. Næstu getur valið bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég er náttúrulega afskaplega ánægður að það skuli vera farin af stað þessu uppbygging og ég held að við höfum kannski smitað út frá okkur með því að koma loks út lóðinni við Hofsbót 2. Þannig að menn sáu kannski ákveðin tækifæri þarna. Ég fagna þessu mjög og varðandi uppbyggingu upp í 7. hæðina og Guðmundur kom inn á það að hann sat ekki þann fund þar sem hann var ákveðið að þessi reitur yrði svona í 5 hæðum. Málið er það. Þetta snerist svolítið nefnilega ráðhúsið. Okkur fannst þessi hús ekkert eiga að vera hærri en ráðhúsið. En við getum kannski bætt hæð ofan á ráðhúsið og þá er þetta kannski komið. Þannig að ef við hækkum ráðhúsið svona upp í 6,5 að þá getum við farið með hinar upp í 6. Nei, þetta er svona ángríns ef við horfum bara á heildarreitin og tökum sjálfareitin og ég veit að þessir aðilar að tala sig saman og þeir koma eflaust til með að koma með þá beiðni að fara með allan hennar reit í 6 hæðir og þá finnst mér að við eigum bara að taka það til endurskoðunar og skoða heildarmyndina. Ef það hefur ekki áhrif á aðra byggð og þetta bara gengur flott upp, að þá get ég alveg tekið undir með Guðmundur Baldvin að þetta sé eitthvað sem alveg gerlegt. Takk fyrir. Það bæjarfulltrúi Þórhallur Jónsson lokið málsins. Orðið er laust. Það sem fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs. Þeir sem geta samþykkt hafa gefið merki. Það eru 9. Bara móti, enginn, 2 sem sitja hjá. Lista móti uppbyggingu. Akkurat.